Vatn eitt mikilvægasta efni jarðar og eru við Íslendingar svo heppnir að eiga líklega heimsins besta aðgengi að fersku vatni. En vatn ekki einungis nýtt til drykkjar, það líka samofið íslensku orkugjöfunum, samanber vatnsfallið og jarðvarmann. Orka sem nýtt á íslenskum heimilum, henni má í rauninni skipta í þrennt: raforku, jarðvarma og eldsneyti. Allir flokkarnir hafa ákveðna eiginleika, bæði kosti og galla. Raforku má til að mynda nýta í nánast hvað sem í tæki, til upphitunar og jafnvel í samgöngum, en raforku hins vegar afar erfitt að geyma. Jarðvarminn nýtist aðalega til upphitunar húsa og til baða, en þegar að ræða ódýran valkost, umhverfisvænan og endurnýjanlega. Eldsneytið má nýta í nánast hvað sem og mjög auðvelt að geyma og geymist nánast endalaust. Gallinn hins vegar að það innflutt, óendurnýjanlegt og auðvitað mengandi. En hvaðan kemur orkan á vatnið? Hvert fer það og hvernig nýtum við það í okkar daglega lífi? Við komumst að því í þáttunum Orka landsins hér á N4. Íslenska rafmagnið framleitt að langstærstum hluta úr vatnsafli. Jarðvarminn kemur þar næst á eftir, auk þess sem Íslendingar eru farnir að stíga sín fyrstu skref í framleiðslu rafmagns úr vindorku. Landsvirkjun framleiðir langstærstan hluta íslenskrar raforku, en aðrir gera það þó einnig, til dæmis Orka náttúrunnar, HS Orka, Rarik auk ýmissa annarra smærri aðila. Þegar búið að framleiða rafmagnið þá þarf að flytja það til notendans og þá tekur Landsnet við með sínar byggðalínur og stýrir raforkuflutningnum miðað við þá þörf sem til staðar. En frá Landsneti rafmagn annaðhvort afhent stórum notendum beint eða með milligöngu annarra dreififyrirtækja, til dæmis HS Orku, Norðurorku, Orkuveitu Reykjavíkur, Orkubúi Vestfjarða, Rafveitu Reyðarfjarðar og Rarik. Á veitusvæði Rarik þá erum við með 2 mismunandi gjaldskrár. Önnur þéttbýlisgjaldskrá og hitt dreifbýlisgjaldskrá. Munurinn á þessum kerfum verulegur. Bara dreifikerfið okkar í þéttbýli samsvara leiðinni héðan og frá Reykjavík til Akureyrar, á meðan að í dreifbýlinu það til Japan. Og það heldur minni notkun í dreifbýlinu, þannig að tilkostnaðurinn þar verulega meiri, auk þess sem þar helmingurinn í loftlínum og við erum með erfiðari rekstur. Við erum með eitthvað nálægt 50% mun á verðinu, sem mun minna en það þyrfti að vera, en stjórnvöld hafa verið að auka við verðjöfnun og það eru miklir áfangar að nást í því. Það var tekið stórt skref á síðasta ári, 2014, og samkvæmt fjárlögum 2015 og þá verður annað skref stigið núna og að lokum árinu 2016 ef að áætlanir gangi eftir þá mun það ná að jafna nokkurn veginn dýrustu þéttbýlisveitur og það þetta mikill áfangi og réttlætismál. Það má hins vegar alltaf velta því fyrir sér með hvaða hætti tekjur til þess eru fengnar en við teljum þetta vera mikið framfaramál fyrir sveitirnar. Réttlætismál fyrir neytendur. Réttlætismál, já. Rafmagnið sem sagt framleitt í virkjunum, flutt þaðan í gegnum flutningskerfi Landsnets og til ýmissa dreifingaðila sem skila rafmagninu beint heim til okkar. Rafmagnið að lokum leitt inn í húsin og það sem að liggur raun og veru bara allt hús alveg eins og vatnsleiðslurnar og síðan snýst þetta raun og veru bara að hleypa af straumnum eins og vatnið þar sem við viljum nota þetta, bara eins og við hleypum úr krana. Og gildir raun og veru sama að við stingum tæki í innstunguna og myndum þá nokkuð konar þverá á þennan straum, þar sem rennur svo straumur í gegnum viðkomandi tæki sem við viljum gera. Og þess vegna ef við tökum í sundur svona rafmagnsnúru, þá þess vegna sem eru 2 vírar, að þetta straumur og það verður að fara inn annan vírinn, inn í tæki þar sem verður ákveðið viðnám eða snúningur af hvað það og svo rennur það áfram bara eins og vatn út aftur tilbaka í gegnum snúrurnar. Þannig að þetta alltaf gegnum streymi, alveg eins og vatnið.
Við greiðum rafmagnsreikningin eftir notkunina og fáum þá sendan rafmagnsreikning miðað við hversu mikið rafmagn við notuðum. En þetta hefur ekki alltaf verið svona og höfðu menn ýmis sparnaðaráð upp í erminni við upphaf raforkuvæðingar á Íslandi. Það var nú ekki haft fyrir að hafa sérstaka rafmagnsmæla, heldur leigði rafveitustjórinn út ljósaperurnar og menn skiluðu þá bara inn sprungnum perum til þess að fá nýjar í staðinn og þetta voru þá kannski svona 2 perur fyrir hvert hús og haffyringar sem hafa nú alltaf verið séðir í peningamálum, þeir komust upp á lagi með að setja perustæði út allt hús og svo skrúfuðu menn bara perurnar úr og fóru með milli herbergja eftir hverja voru stattir í það skiptið. Já, við höfum ekki lengur fyrir því að færa ljósaperur á milli herbergja. Við jafnvel veltum því ekki einu sinni fyrir okkur hvað kílóvattstundin kostar. Góðan daginn, ég ætla að fá hjá þér 10 kílóvattstundir af raforku. Við seljum það ekki sem tali. Ég ætla einmitt að spara með flutningin. Jæja, heyrðu, þannig það ekki lengra. Það er nefnilega þannig með raforku að það er ekki hægt að kaupa hann út úr búð. Notkunin verður að vera samhliða framleiðslunni, þannig að flutningurinn og dreifingin eru keypt í sama hluta. Þetta þýðir raun og veru að raforkureikningnum er skipt í flutning og dreifingu og framleiðslu. Og þess vegna er reikningurinn raun tvískiptur eins og margir neytendur skilja ekkert í og er að kvarta yfir að fæ 2 reikninga fyrir sömu vöruna. Þetta er raun og veru ekki sama varan, þetta er annars vegar raforkan sjálf og síðan flutningurinn á henni. Til að sjá raun og veru hvað kílóvattstundin kostar með sem einföldust hætti þá er best að fara bara inn á heimasíðu Orkuseturs og þar er hægt að finna reiknivélar þar sem þú bara slærð inn hvað kílóvattstundi kostar, velur framleiðanda og dreifingaraðila og sérðu nákvæmlega hvað 1 kílóvattstund kostar. Iðulega er rætt að íslensk raforka sé bæði umhverfisvæn og ódýr, en hversu ódýr er hún? Sölufyrirtæki raforku á Íslandi eru Orkusalan, HS Orka, Fallorka, Orkubú Vestfjarða, Rafveita Reyðarfjarðar og Orka Náttúrunnar, en þangað liggur leiðin næst. Raforkuverðið hérna er mjög gott og ef við berum okkur aftur saman við Norðurlöndin, að þá er til dæmis verðmunurinn hér á 1 kílóvattstund á Íslandi og til dæmis Finnum tæplega 150% það sem að hærra þar. Þannig að verðið er mjög gott hérna. Verðið mjög fínt. Mjög fínt. En ef við tölum til dæmis þegar fólk hafi búið erlendis, þá finnur maður fyrir því að fólk verður að tala allt í einu orku og raforkuverð sem eitthvað sem skiptir bara virkilega miklu máli og jafnvel fyrir að hugsa öðruvísi umhverfið sitt. Við vorum að ræða hérna aðeins Danmörku, var það ekki? Jú. Það er náttúrulega margir sem hafa búið þar og þeirra hegðun breytist mikið af því mjög skiljanlega. Af því að við tökum svona meðalheimili sem oft talað sem er talað 4.800 kílóvattstundir. Raforkureikningurinn á Íslandi er 80.000 en í Danmörku er sama magn rúmlega 200.000, tæplega 225.000 eða 270% verðmunur. Þannig að það er talsvert. Slíkt náttúrulega breytir svolítið hegðun fólks. Nákvæmlega, þannig að þetta eru alvöru peningar. Þetta eru alvöru peningar, þannig að við enn og aftur, við Íslendingar erum alveg ofboðslega heppin. Það er mikið lífsgæði. Við Íslendingar erum líklega mestu orkusóarar veraldar, en hvernig getum við átt okkur betur á raforkunotkun okkar? Við teljum það mikilvægt að fólk sé upplýst sinni raforkunotkun. Það viti hvað heimilistækin eru að eyða miklu rafmagni og það getur breytt hegðun sinni í samræmi við það. Af því að þó svo að það sé nóg orku hérna, að þá er bara mikilvægt að við göngum líka vel hana. Og þess vegna settum við þetta upp inn í vetur, reiknivél sem þú fer bara inn í, þetta er bara eins og íbúðin, fyllir bara inn í hvert herbergi og þá sérðu hvað hvert heimilistæki er að nota. Þannig að þetta er svona, það sjálfsögðu bara viðmið, þetta er ekki alveg akkord heimilið þitt, en þú getur samt, þú fær tilfinninguna, það er það sem við viljum að okkar neytendur fái, tilfinningu fyrir notkunin. Getur þú nefnt okkur eitthvað dæmi algeng heimilistæki og hvað þau kostar reksturinn? Heldur betur. Til dæmis bara eins og þvottavél, sem er nú til að ykkur flestum heimilum, að þú þværð svona 5 klukkustundir á viku, sem er enn og aftur þessi meðalfjölskylda sirkabát, að þessi vél á Íslandi er þá að kosta 2.700 krónur. Þannig að þið eru með þessa reiknivél vegna þess að þið viljið benda á þennan kostnað og viljið ekkert endilega að fólk eyði umfram orku, sem er svolítið fyndið því venjulega vill fólk selja bara sem mest. Okkur finnst bara rosa mikilvægt því við erum ju öll tengd í náttúruna og að við notum þessa náttúru okkar og auðlindina bara af virðingu og förum vel með það.
þurfum ekki að vera orkusóða þó að það sé nóg að grænni orku hérna. En hvað getum við þá gert til að draga úr raforkunotkuninni? Sigurður Ingi hjá Orkusetri ætlar að gefa okkur nokkur góð sparnaðaráð. Ég nú engin meistarakokkur og ég ætla ekki að laga galdra fram með einhverja gæðarétti, en það nokkur svona orkupælingar í sambandi við eldun sem það er kannski að segja frá. Að það ýmislegt hægt að venja sig á nokkur svona atriði og spara þannig orku, til dæmis að alltaf hafa lokið á, tapa gríðarlega miklu orku í að elda ekki með lokið á. Svo eitt sem menn ofta að pæla í, sko, að til dæmis kartöflur og hrísgrjón á að hýta það frá grunni í köldu vatni eða á að nota heitt vatn. Út frá matreiðslu hef ég ekki hugmynd hvað er betra, en út frá orku þetta alveg skýrt. Að þá, sérstaklega þeir sem hafa heitt vatn í raun og veru eins og í nútímahúsum, þá yfirleitt varmaskiptir, þannig að þú notar ekki heita vatni beitt, heldur heita vatni okkar nota þess að hýta kalt neysluvatn. Þannig að heita vatni í krananum alveg hreint. Að þá er miklu betra í raun og veru að taka heitt vatn og hita það svo áfram að þeirri einföldu ástæðu að þú færð 50, 60, 70 gráðu heitt vatn strax inn og það ertu miklu fljótara að ná þessu upp í suðu. En í öðru lagi og kannski aðalega fyrir Ísland er það að heita vatnið okkar er 3 til 5 sinnum ódýrari en raforka. Þannig að þar ertu að spara. Þetta er miklu ódýrar orka sem þú færð á, jarðvarma hituðu vatni en rafmagns hituðu vatni. Þess vegna er miklu betra að nota heitt vatn út frá orkulegu sjónarhorni, svo veit ég ekkert bragðgæðin, það verður svo annar að tala um. Hérna höfum við ofnana sem er mikið notað í nútíma eldhúsi fyrir að baka og elda. Það er ýmislegt sem við þurfum að huga að þar. Þetta er einn af stóru orkunotendurum í eldhúsi og eldri notkun getur þetta verið hlaupa einhverjum 1000 köllum. Hins vegar er örbygaflinn mun orkunettari og ef þú átt möguleika að elda eða sérstaklega hita upp afganga eða slíkt, þá er miklu gáfulegra út frá orku sjónarmiðum að hita í örbygafli og notar margfalt minni orku. Svo höfum við hina 2 orkuhákana skulum við segja á heimilum. Það er sérstaklega fristir og svo ískapur. Þetta eru stórir orkunotendur og það kemur til að því þó að afli sig ekkert rosalega mikið að þeir þurfa að vinna allan tíman. Þeir eru með mjög erfitt verkefni. Þessi þarf að vera í -18 í umhverfi sem er 20 gráður, þannig að hann þarf stöðugt að vera að viðhalda þessari kælingu eða frystingu. Þegar ég sagði -18, það er eitt auðveldasta trikk til þess að spara orku. Það er að minnka frostið niður í -18 sem er alveg nóg fyrir frystingu. Þú færð ekkert meira út á meiri frystingu nema meiri orkunotkun. Það er saman með ísskápinn en það leysir sjálft að því að fólk finnur það út frá matvælunum sjálfum. Það er eftir að stefna á 4 gráður plus, en þetta er akkurat meðalhitinn á Íslandi. Ískápshiti. Þá vorum við sest fyrir framan N4 auðvitað. Já. En ekki hvað? Akkurat, fyrir að horfa á sjónvarpið. Og þetta er svolítið orkubolti þessi afþreyingamiðstöð eins og verið hverju stofu. Því það er ekki bara sjónvarpið, heldur er það líka, hvað heitir þetta, afruglari eða síðan er það DFD og það er mörg tæki á sama stað. Sambandi við sjónvarpin þá er kannski góð fréttirnar að þessi flatskjáir hafa alltaf orðið betri og betri. Þannig að þó við séum orðið með risa sjónvarp, 50-60 tómur eða hvað breiðskjáamenn eru með núna, þá er þetta samt miklu orkunettar en gamla dúbsjónvarpið var. En það er kannski annað sem ég vil nefna sem er svolítið áberandi á þessum stað í kringu sjónvarpið og allar þessar aukagræður, að það er þessi svokallaða biðstöðunotkun. Það er þessi ávanni sem allir gera þegar þeir eru búin að horfa á sjónvarpið eða netið eða hvað þeir eru að gera á þessum afþreyingastað. Að þá yfirleitt nær nú íslenska litin ekki meira en það, þeim finnst best að slökkva á þessu bara með fjarstýringunni. Það var bara slökkt svona. Og síðan skriðið upp í rúm eða hún er því.
Ef maður sofnar ekki í sófanum. Og en þetta er ekki nóg, þú ert ekki búin að slökkva á öllu tækinu. Það er ennþá stampað í rauðaljósið. Það er ennþá rautt ljós og á öllum tækjunum sér að það er ennþá stendur ýmislegt klukkan í gangi og þannig að tækin eru tilbúin. Og þetta er ekki björgunarsveit eða slökkvilið, þetta þarf ekki að vera tilbúið. Það liggur engum svo mikið á að byrja að horfa að það get ekki kveikt frá grunni. Og langþægilegast af því að þetta er allt á sama stað, þessi DFT-spilar og tölvur og tæki í stofunni, að tengja þau raunir í eitt fjöltengi sem hefur eitt svona megin slökkvara. Og þá bara, eitt aukaskrif áður og rennur inn í rúm, raun og veru bara að fara og slökkva á því á einu bretti. En svo annað, því við erum nú alltaf að tala krónur og aura eins og það sé nú eina sem stjórnar neyslu okkar. En það náttúrulega ekki þannig. Nei. Fyrir utan þetta, bara því þú talar svo mikið orkusóunina, þá önnur hlið, hvað var það bara umhverfismál og framtíðarvirkjanir og þess aftar sem að skipta máli. Akkurat og þetta skiptir, ég set upp þannig að því það er fullt af litlum hlutum eins og við varum að tala hér, þar sem að þú ekki að skerða nein lífsgæði með einhverjum örlitlum tilfærslum í hinu daglega lífi, en getur sparað þér, okkar aura, og ekki síst umhverfinu og framtíðaruppbyggingu raforkukerfisins. Það að draga úr raforkunotkuninni sem sagt ekki bara spurning krónur og aura, það er ekki síður umhverfismál og heilmikið rætt svokallaða græna orku. Já, það með græna orkuna að hún er áhugaverð og skemmtileg. Það er náttúrulega vitamál að öll okkar orka sem við erum að nota endurnýjanleg og þar af leiðandi minni að hægari þróun hér heldur en annars staðar í öðrum löndum sem alls staðar verið að glíma við það að auka framleiðslu á endurnýjanlegri orku. En það gerist við sjáum það eru núna að koma vindrafstöðvar, vindmyllur og einstaka menn eru að skoða sólarsellur, smávirkjanir í sveitum. Það sem gerir líka skemmtilegt það, og sérstaklega fyrir þá sem að hafa áhuga á grænni orku, að þeim gefst þarna kostur á að fara inn á þessar brautir, þó það verði kannski ekki nákvæmlega hagkvæmt fyrstu sinn. En mælatæknin öll, hún á þá leið að hún mun gefa kost á því að menn framleiði orku og selja hana beint inn á kerfið og þeir geta framleitt hana á mismunandi tímum, þeir selja hana kannski þegar kaupandinn vill borga mikið fyrir hana, en svo kaupa þeir sjálfur orkuna tilbaka þegar það hagstætt, og þetta gefur geysilega mikla möguleika í framtíðinni. Bændur geta virkjað bæjarlækinn hjá sér, selt orkuna, þeir endurnýja þakið á fjárhúsunum sínum og hlöðunni, þá geta þeir keypt sólarsellur í staðinn fyrir hefðbundi blikk og framleitt rafmagn inn á kerfið og svona mætti lengi telja í raun og veru. En hver framtíð íslenskra raforkuframleiðslu? Hver veit nema allt aðrir orkukostir verði raunhæfir í framtíðinni, til dæmis nýting sjávarfalla, sólarorku, vinds eða jafnvel einhverjar allt annarar orku sem okkur dettur ekki einu sinni í hug núna. Sæstrengur líklega það raforkuverkefni sem mest rætt hvað varðar framtíðar áform íslenska raforkukerfisins. Við teljum að þetta sé mjög áhugavert verkefni að skoða. Það er af þessu ýmsum spurningum ósvarað ennþá. En það er afar líklegt að Ísland verði tengt með sæstreng við aðra raforkumarkaði og það mun gerast líka. Það er bara allur heimurinn að tengjast. Þannig að þetta er eiginlega meira spurningum hvenær heldur hvort. Þetta er mjög áhugavert fyrir raforkuvinnsluna. Þetta er bara nýr viðskiptavinur. Kannski ekkert endilega betri eða verri en aðrir, en nýr viðskiptavinur skapar mikil tækifæri. Það sem skapar okkur aðalega tækifæri, hann skapar okkur tækifæri að nýta auðlindirnar miklu betur. Svona í lokuðu vatnsorkukerfi eins og við erum með í dag, þá er óhjákvæmilegt að meðaltali að svona 10% af orkugetunni vannýtt. Það verður bara að náum ekki að nýta. Þannig að þá getum við nýtt kerfið okkur miklu betur, við getum dregið mjög úr áhættu í kerfinu, bæði rekstraráhættu og markaðsáhættu og að öllum líkindum stór aukið arðsemi orkuframleiðslunnar. En það þarf að skoða þetta mjög vel, hvort þessi tíminn sé akkúrat núna ekki alveg ljóst, en tíminn mun koma, það ekki nokkur vafi að Ísland verður tengt. Bara einfaldlega þess að við eigum svo frábæra orkuauðlindir sem að
við erum ekki að nýta í dag og þannig að það mun gerast. Töluvert skeið hefur aðalega verið rætt sæstreng frá Íslandi til Bretlands og virðist sem svo að áhugi Breta sé fyrir hendi. Þó ýmsum spurningum enn ósvarað svo Íslendingar geti tekið ákvörður hvort þeir vilji fara í sæstrengsverkefnið. Stóra atriðið hins vegar hvað eru þessi mögulegu kaupendur tilbúnir að borga. Það er kannski stóra talan sem okkur vantar inn í myndina. Það væri að fá þessi svör frá Bretunum. Þannig að fá bara skjalfest verð. Já, þeir eru að bjóða lágmarksverð sem að þeir garantera þá, tryggja að við fáum þessa upphæð fyrir hverja kílóvattstund eða megavattstund. En svo koma þetta inn í hinar spurningarnar eins og sæstrengurinn sjálfur, það verði ekki íslensk stjórnvöld eða íslensk orkufyrirtæki sem fjármagna þá risastóra framkvæmd. Okkur tjáð að erlendir fjárfestar hafi áhuga á málinu. Hvað þurfa þeir fyrir sinnsnúð? Þetta tvennt þarf einfaldlega að kanna. Svo þetta mögulega eitthvað stærsta viðskiptatækifæri íslensku þjóðarinnar frá upphafi. En við verðum að fá þessar forsendur upp á borðið til þess að geta tekið ákvörðun framhaldið. Í náttúru Íslands margs konar auð að finna. Óbyggð víðerni, jarðhita, vatnsmiklar ár, eldfjöll, sandauðnir, skóga, gróskumikil votlendi, vind, veðurofsa og þögn. Ásókn í þessar auðlindir að hálfu ýmissa hópa mikil og vaxandi og skarast oft hagsmunir hópa nýtingu á landin okkar. Rammaáætlun sem flestir hafa heyrt nefnda á að vera verkfæri til að greiða úr þessum ágreiningi á sem farsælastan hátt. Ég held að sé óhætt að segja að það hafi nú ekki gengið átakalaust fyrir sig. En á að framleiða meira rafmagn á Íslandi? Ef svo fyrir hvern? Á hvaða verði? Hver á gróði þjóðarinnar að vera? Hann mældur í peningum eða gildi óraskaðs lands? Eða hvoru tveggja kannski? Á að horfa meira til uppbyggingar annarra orkukosta en vatnsaflsvirkjana? Eigum að fá fleiri orkufrek fyrirtæki til landsins sem vilja þá kaupa rafmagnið? Eða eigum við að græða á íslenskri raforku með því að leggja sæstreng? Eða viljum við hreinlega fara að einbeita okkur að því að skapa tekjur fyrir þjóðarbúið með einhverjum allt öðrum hætti? Þetta allt stórar spurningar og ekki nema vona þjóðin takist á það, enda miklir hagsmunir í húfi. Staðan á Íslandi mjög sérstök, það eru mjög ólík öðrum þjóðum sem að gera það verkum að við erum mesta raforku þjóð í heimi per höfðatölu. Það hjálpar að vissu höfðatalun okkar eins og oft áður, en það samt sem áður að við erum að framleiða mun meiri raforku, tvöfalt meiri raforku heldur en næsta þjóð sem eru Norðmenn. Sem náttúrulega út af því að við eigum frábærar náttúruauðlindir sem að við höfum ákveðið að nýta. Og þessar náttúruauðlindir eru miklu meiri en við þurfum sem þjóð. En gróði þjóðarinnar þá á öllari þessari raforkuframleiðslu? Já, gróðin náttúrulega margs konar. Við náttúrulega náðum að byggja upp mjög öflugt raforkukerfi á Íslandi og tryggt mjög gott afhendingaröryggi fyrir heimilin. Og raforkuverð á Íslandi mjög lágt. En það eru margt sem bendir til þess hins vegar að á næstu árum að þá muni arðsemin aukast verulega og það stefna Landsvirkjunar að reka fyrirtæki þannig og að fyrirtæki geti farið að greiða umtalsverðan arð til eigandans eða þjóðarinnar. Í hvað formu ætli það sé hægt? Þá í lækkun raforkuverðs? Nei, það raun og veru ekki lækkun raforkuverðs. Það raun og veru, það út af því að þetta starfar allt á markaðsforsendum. Þá verða allir raun og veru að kaupa á markaðsforsendum en þetta þá gert bara í greiðslum í ríkissjóð sem að væri þá hægt að nota til þess að halda uppi samneyslunni, hvort sem að það heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða lækka skatt eða hvað sem þjóðin ákveður að gera. En þetta eru samt umtalsverðar upphæðir sem geta á næstu árum farið að renna í ríkissjóð. Það er náttúrulega ljóst að umræða orkunýtingu alltaf það sem hafa mjög margir skoðun á því og þetta svona þessi stóra spurning, hvað eigum við að nýta og hvað eigum við að vernda. Það eru mjög stórar spurningar sem þarf að ræða og það bara eðli okkar starfsemi þannig að allar okkar virkjanir hafa mikil umhverfisáhrif. Það alveg óhjákvæmilegt að það breyta miklu í landslæginu, hvort heldur það sem eru vatnsaflsvirkjanir eða þá jarðvarmavirkjanir. Oft eru þessar virkjanir á fallegum stöðum. Þannig að það mikilvægt að vanda vinnuna að ákveða hvað nýtt og hvað verndað. Það sem ávinningun á móti það að við getum haft verulega fjárhagslegan ávinning að þessu og þetta snýst náttúrulega mikið það alltaf að við erum að nýta landið. En við teljum að það sé hægt að ná jafnvægi því að vernda öll mikilvægustu svæðin
en samt að halda áfram að nýta þessa frábæru auðlind. Þetta eru auðlindir sem að ég fullyrði bara allar aðrar þjóðir mundu fyrstulega öfunda okkur mikið af og mundu ákveða að nýta. Og það sem aðrar þjóðir að gera til að tryggja sér sína raforku eða sína húshitun að hafa miklu meiri umhverfisáhrif heldur en það hefur á Íslandi. Virkjunarframkvæmd sem slík hefur umtalsverð áhrif á nærsvæðið sitt og mikið rask. Og þegar við erum að tala vatnsaflsvirkjanir þá fer ákveðið land undir miðlun og fyrir jarðvarmavirkjanir þá ýmiss konar rask í kringum virkjanarsvæðið og útblástur, brennisteins og ýmislegt sem þessu fylgir sem eðlilegur hluti virkjunarframkvæmda og það eru auðvitað ekki allir sáttir við það endilega. En deiluna þurfum við að taka við okkur sjálf raun og veru af því að þetta eru þannig að raun og veru þetta ekki einhverjir erlend stórfyrirtæki sem að reisa hér virkjun heldur það raun og við óbeint við sjálf sem eigendur Landsvirkjunar. Þannig að við þurfum að vega og meta hvort að við viljum sem sagt taka ákveðin virkjunarkost, virkjan og fá raun og veru arð og tekjur af því eða tímum við ekki að taka þetta svæði undir og metum þá verndargildið meira. Það þarf raun og veru að taka hvern virkjunarkost fyrir sig og vega hann og meta hann á sínum forsendum. Þeir eru ólíkir, það mismunandi rask, minna eða meira og áhrifin þannig og svæðin verðmæt. Og ég held að það sé óábyrgt líka að fara í einhverja alvernd og slá allt út af borðinu eins og jafn vitlaust að fara út í einhverja alvirkjun þar sem að við raun og veru greinum ekki kostina alveg ofan í einingar til þess að geta áttað sig á hvar best að virkja og hvort. Þetta snýst aðalega arðsemina því að ekki þurfum við meiri rafmagn fyrir okkur sem íbúa eða íslensk fyrirtæki. Já, ég held að þar sé raun og veru kannski minnsta deilan. Ég held að þar vilji allir fá sem mest fyrir framleidda raforku og það skýr og opinber stefna Landsvirkjunar til dæmis að fá sem hæst mögulegt verð. Eins og ég segi, við þurfum ekki að virkja meir frekar en viljum, við eigum og rafmagn, þannig að það liggur ekki nauðsynin. Þetta bara spurning auðlindanýtingu, hvort við viljum fara í framkvæmdir sem gefa þessi tekjur eða hvort við metum svæðin meira sem slík og það þarf ekki endilega að setja krónutölu á það.